Ósigur í Keflavík fyrsta leiknum eftir jólafríð. Hvað heldurðu, eða svona þínum málum kannski, hvað að gerast í þessu leik? Ég held að þetta bara verið framhald af jólafríði í okkur, það er bara ekkert vera mættir. Davíð yfir okkur. Ágætis róli í svona fyrstu 16 mínútur í fyrri hálfleik og þeir fá Valli fær 4-point play og svo 3 víti og þeir fá svona smá stemmingu en það þurfti eiginlega ekki meira sko, það var engin læti hérna. Ég hef nú oftast nær verið í meiri djöfulgangi bæði af hálfu leikmanna og stuðningsmanna Keflavíkur heldur í dag og ég ætla að kasta rýra á það og voru miklu betri við í þessu leik en þeir náttúrulega bara gerðu bara sér til þurfti. Við vorum einhvern veginn bara þessar 23-24 mínútur bara farþegar sko. Það voru hörkuleikur þegar liðið mættist í Þorlákshöfn síðast. Bara alveg allt fram að síðustu sekúndu. Þú fáið KR í heimsókn næsta leik? Já, við ætlum að byrja á Haugunum í bikar á mánudaginn. Haukar? Tökum bara eitt skrif í einu og já, bara hellingur á hlutum sem við þurfum að laga og þetta er svona kannski bara einbeitingaratriði. Við tókum náttúrulega séns, það sá það allir og við ætlum að gefa Örn Brán skot fyrir utan og allt það og hann nýtti sér það ágætlega en samt bara 50% í skotum í leiknum sko. En eins og oft áður í vetur þá var bara Valli kóngur á vellinum og fekk að gera hlutina bara vild og fór illa með okkur og hrós skil fyrir það en ég er bara svekktur með hvað við vorum óbóðslega daufir í dag og það er eitthvað sem við Baldur verðum að skoða. Við töldum okkur vera að mæta mannskapið vel gíraðan og klára í aksjón en það var bara mjög vísfjari en við veitum líka sem við erum að fara í mjög krefjandi verkefni núna. Keflavík á toppnum sko, það er engin tilviljun. Þeir hafa bara náð að gera vel úr sínu í vetur og halda því áfram. Haukar og í bikar og KR svo í deild og stólarnir úti þannig að við þurfum bara að okkur í brók og jólafríði búið og við þurfum að fara að spila aftur. Kannski að lokum, umdeilanlega kannski ykkar besti leikmaður í fyrra, Grétar. Hvernig hann að koma inn aftur eftir meiðsli? Já, við erum bara mjög glaðir að fá hann tilbaka og það er bara svona ferli. Við náttúrulega getum ekki kannski verið að spila hann á kannski því peysi og þeim mínútur sem við vonumst til að verði þegar líður á hann. Það er bara svona þolum aðeins vinna að koma inn en við erum mjög glaðir að fá hann því að hann náttúrulega gefur okkur mikið styrk í teiknum. Það sýndi nú alveg nokkra? Já og þarf ekkert að fjölyrða það eins og þú sagðir áðan. Hann var besti maður liðsins í fyrra og er náttúrulega svona reynslu boltinn hjá okkur. Þannig að við erum bara ánægðir að hann sé kominn inn og hann áttur að hjálpa okkur þegar líður á þetta.